Velkomin og gaman að fá þig. Takk fyrir. Ertu þreytt í baráttunni? Er maður ekki alltaf þreyttur í baráttunni? Það fylgir þessu. Mér er svo áhugaverður upprunið þinn. Þú er tveggja landa kona. Jú. Eða tveggja heimsálfu kona. Já, ég það. Er það eitthvað sem mótar maður mikið? Já, ég hugsa að geri það alltaf að einhverju leyti. Það fyrir náttúrulega líka svolítið eftir í hvað sem mikið þú þekkir upprunaðinn. Já. En ég held að upprunni tósi samt sem áður alltaf í fólk. Segðu okkur aðeins hver upprunnin er. Ég er hálfsuður-amerísk. Pabbi var frá Chile. Já. Og mamma er frá Akureyri, þar sem ég er alin upp. Þannig að pabbi kemur til landsins sem flóttamaður, kemur til Akureyrar. Hann var að flýja hvað? Hann var að flýja Pinochet úti. Sem er skelfilegu tími. Já, sem var náttúrulega bara mjög og var þar, settur í búðir þar sem hann var að vinna fyrir ríkið á þeim tíma sem að var við völd þegar að Pinochet tekur við. Og það er alltaf að koma meiri hryllingu fram, bæði fjöldamorð og jafnvel útrýmingar og gríðarlegt ofbeldi. Gríðarlegt ofbeldi. Hafði þetta mikil áhrif á föðin? Já, það gerði það, auðvitað. Og hvað áhrif hefur svona saga fyrir þig? Nú er þú komin í stjórnmál, það er að breyta samfélaginu okkar og styrja það sem er frábært. Þetta er merkileg saga. Þetta held ég að bakgrunnur allra sama hver hann er og upplifanir móti mann og hvað það er sem að maður vill breyta í samfélaginu. Og þetta er náttúrulega verið og sérstaklega núna náttúrulega bara í tengslum við Úkrænustríðið og annað varandi móttöku á flóttamönnum og annað slíkt að auðvitað hugsa maður til þess, þú veist, hefðu dyrnar ekki staðið opnar hér á landi, þá væri ég ekki hér þegar pappa vantaði skjól. Þannig að svona lífsaga þín og þína kynslóða, hún er að bara hafa áhrif á það hvernig þú ferði út í stjórnmál. Já, og náttúrulega uppeldið og bara alls konar ég held að það sé óumflýjanlegt að það hafi áhrif. Víðsýni? Breytisinn og sínmanns, já. Það gerir það því maður er náttúrulega pínu ekki þvingaður en maður verður einhvern veginn að hugsa hlutina út frá, bara aftur bakgrunnum og fólkinu sínu og eftir sem fólk er með fjölbreyttara líf og ólíkari bakgrunn að þá sjálfkrafa vikar sjóndeildarhingunum hans. Þetta virkar sem mikil styrkur þín fari. Já, og viska. Viska, óbúslega viska. Já. Nei, það er svo margt sem að hefur áhrif á mann. Og ég allavega persónulega verið mjög heppin með mitt bakland og fjölskyldu og þau hafa bara kennt mér rosalega mikið. Eitthvað fleira svo vilt nefna sem hefur haft stór áhrif á svona þína persónumótun? Heldur en þessi erlendi bakgrunnur föðins? Ég var bara uppvöxturinn amma og afi sérstaklega. Já. Það er svona og hver voru þau? Afi hét Brjánn, kaupfélagsmaður mikill frá Akureyri. Eða reyndar hann er úr Svarfadal og amma Ragnheiður Hlíf sem ég heiti höfuð á Hlíf frá Dalvík. Þau mamma var ung þegar hún átti mig þannig að ég naut þeirra forréttindi að vera mikið hjá og afa. Og það er svona raunveru þá 2 sett af foreldrum kannski? Í raunveru á ég 3 sett af foreldrum því að mamma og systir sem er bara 2 árum eldri en hún og mann sem er skipstjóri og þau bjuggu á Hauganesi sem er bara rétt hjá Akureyri. Það var mikill samgangur og þau bara hafa reynst mér mjög vel. Þannig ég er mjög heppin með það að þú voru margir sem gripu boltan og margir sem komu að mínu uppeldi. Þannig að það hefur verið mjög mikill gróði fyrir mig og náttúrulega mikill gróði að fá að vera mikið í kringum eldra fólk sem ég fekk að gera hjá ömmu og afa. Kanntu að meta alltaf betur og betur? Ég held ég hafi reyndar alltaf, þetta hefur alltaf, ég hef alltaf kunnað að meta þetta mikið því að bara, því mér fannst ég vera mjög heppin líka því ég var forvitin þannig að og
Þannig að ég fékk miklar upplýsingar inn og gat fylgst með svona mörgum ólíkum aðstæðum á sama tíma sem að mér fannst mjög gaman og mótar mig alveg klárlega, sko. Þetta rosa mikið menntun sem þú ert að lýsa. Já, líka bara að fá innsýn og það það sem ég finnst við gleyma stundum að bera virðingu fyrir eldra fólki. Okay. Af því að við sittum náttúrulega bara í okkar lúksus fyrir fram að tölvurnar og með öll heimsins gæði en það ekkit rosalega langt síðan að fólk bjó í sko torfkofum og breytingarnar sem að þessi kynslóð fór í gegnum eins og bara amma og afi frá því að vera bara á sko sauðskinsskónum í því að vera að leggja kapal í tölvunni. Þú veist, þetta rosalega mikil umbreyting og ég held að þessi fáa kynslóður sem að muni fara í gegnum svona mikla breytingu á bara lífinu. Nánast var þetta 1000 ára samfélag sem breytist ekki yfir í 20. öld. Þetta dálítið magnað. Og með því svo koma líka önnur gildi, eða þú veist, það aðri hlutir sem að þessi kynslóð horfði á og bara svona vera, þú veist, verklegur og alls konar svona, þarna kemur væntanlega líka bara íhaldið í mér, eða þú veist, það eitthvað svona, Verður þú snemma sjálfstæðiskona? Nei. Hvað gerist? Ég bara, svo ég hef nú sagt oft skömmu fyrir að ég kaust einhverju jóði fyrstu kostingunum mínum fyrir norðan. Það alltaf að gera játningar svona þetta. Já. Nei, og ég held að sé líka alveg, og ég alveg þakklátt fyrir það að vera ekki alin upp í flokknum. Já. Ekki það að fólk siti ekki jafnvel í sjálfur sig með sína skoðanir, en ég held að sé gott að fara allt spektrumið, að það líka bara fylgir því að vera ungur að vilja bara hjálpa öllum og allir hafa það jafn gott, en þá ertu náttúrulega líka bara ekki farin að, þú veist, borga skatta og ekki, þú veist, farin að vinna og þú veist, þú hefur bara aðra sýn, þannig ég held að sé bara gott þroskaferli. Þannig að þessi niðurstaða þín að endurspegla þitt þroska og lífsferli einhvern. Já. Og var einhver ástæða fyrir að þú ákvaðst að fara núna og það gekk vel hjá þér? Stíga fram nú, ég hef nú verið svona kannski baku tjöldin, hjálpað vinum og vandamönnum í prókjörum og var náttúrulega kosningastjóri 2018. Já. Þannig að, já. Nú ertu búin að draga tjöldin frá? Nú ég búin að draga tjöldin frá. Það var kannski bara það staðin fyrir að, vera baku tjöldin að bara, ég trú að ég erindi og bara hafi allskyns fram að færa til að bæta samfélagi og bæta borgina. Þú ert fjölskyldu sjálf? Já. Hvernig er sú staða? Ég á eina stúlku sem að verða 18 í næstu. Þú ekki verið gömul, þú eignast hana? Nei. Hvað varstu gömul? Ég var 23 þegar ég á hana. Hún fædd í júní og ég verð 24 í september. Hvernig var það að vera ung móðir? Það var bara geggjað. Varst tilbúin? Maður eitthvað tíma tilbúin? Þú veist, þetta var nú ekki mjög skipulagt, en fyrir mig var þetta mjög gott. Mér fannst ég einhvern veginn bara setjast vel í sjálfri mér. Gott þroskaskref. Já, og og ég er rosa þakklátt fyrir að hafa átt báðar mínar stúlkur frekar ung og þær hafa bara svona fyllt okkur, eða þú veist, við erum bara einhvern veginn partur og maður var þá ekki komið með þroskan og aldurinn til að mikla þetta fyrir sér, einhvern veginn. Þannig að þetta var bara, þetta varð bara einhvern veginn svona eðlilegt flæði, þú veist, ég man varla eftir mér án þess að vera með börn. Þú veist, þetta er þannig og það þetta eru kostur og gallar við allt, en það er einhvern veginn, ég er mjög þakklátt fyrir þetta, gaf manni bara, öðru sér sín. Þú sagði, sko, þú settist, hvað áttur við? Það varð bara eitthvað, sérstaklega þegar ég var bara ólétt af Ragnhildi að það var bara eitthvað svona innri ró, eða þú veist, það bara eitthvað neginn, það bara gerðist eitthvað og mér fannst bara ég átti yndislegar meðgöngur og mér leið bara rosalega vel. Þú fyrir í skóla? Já. Og hvað lærður þú? Ég er lögfræðingur. Já. Og tók svo réttindin eftir masterinn
Það var bara frábært nám og ég alveg svona, bara elska lögin, eða þú veist, þrátt fyrir að ég hef kannski ekki mikið unni við hefðbundin svona lögfræðistörf. En lögfræðin lykillinn á svo mörg, finnst mér. Að það bæði þau lögin eru þannig ekki alltaf en eiga að vera lógisk. Þannig þú átt að geta þrætt þig að niðurstöðunni út frá lógiskum grunni. Það það sem það það sem ég elska við lögin. Og ég held að sé líka erfitt að komast í gegnum lögfræðinámi ef þú raunverulega elskar ekki lögfræði, sko. Eða var það allavega. Þungt nám? Þetta þungt nám. Og en rosalega skemmtilegt. Og ég var náttúrulega heppin að fá að vera í fyrsta hópnum sem innritaðist inn í laganámi í Háskólanum í Reykjavík. Sem heldur betur búin að festa sig í þessi. Já, og við vorum náttúrulega fá og svona þjættur. Það eignaðist ég sko bara yndislega lífsvini og við vorum líka með frábæran deildarforseta sem að svona startaði þessari deild og bara svo mikið gæða maður sem að endurspeglaðist líka bara í svona stefnu deildarinnar. Og bara og við öll og bara ber mikla virðingu og svona og hlýju til hans fyrir að hafa tekið þetta skref að setja þessa deilda á laggirnar og berjast fyrir því sem hann þurfti að gera. Þannig að það var mjög skemmtilegur svona háskóla árin voru kannski svona mín menntaskóla ár eða þú veist, það var svona ég eignaðist rosalega góða vini, átti náttúrulega báða stelpurnar meðan ég var í náminu sem var líka líka skemmtilegt. Ég held að ég og bassfæður minn var með mér í laganáminu og ég held að við fyrsta hreinræktaða lagadeilda barnið úr Háskólanum í Reykjavík. Hún á þá ekki dval. Nei, hún á ekki dval. Þannig að það var bara, og það náttúrulega líka oft svona allavega eins og fyrir mig svona, þú veist, það var líka þessi bara, þetta var smærri eining að það náttúrulega bara eins og með allt að það svona auðveldar að framkvæma og gera, þú veist, með smærri hóp, maður sér það og ég sé það líka bara eins og með börnum mín sem hafa verið í Landakotsskóla. Það eru svona smærri bekkir og smærri einingar og þannig að það er mikill styrkur í því. Hvernig, uppröðin svo spennandi að það Akureyri, það sveitin, það sveitarsamfélagið, Svarfaðardalurinn og svo eru komin allar þetta til Chile. Annur heimsóla, hvernig stillir maður svona persónu af? Ertu suðuramerísk, íslensk í skapi, tilfinningum? Ég held að sé alveg pínu heitt blóðið mér og ég get alveg verið skapmikil. Vinna satt með árunum. Ég var nú kannski svolítið skapmikil úlingur. Er það ekki svolítið svona okkar hugmynd latinu uppruna? Jú, ég hugsa það, að það sé svolítið svona heitt blóð og það er kannski svona ástríða. Það er kannski líka það. Það er æðislegt orð. Það er ekki ástríð þegar það fyrir að gera núna. Jú. Og hvað er ástríða? Mín ástríða? Já, hvað er það? Hvað er það? Ég held að sé, þú veist, aðeimitt bara hjarta fara að slá örar og þú verður fær þessa tilfinningu að þú viljir breyta eða viljir gera eitthvað, þú veist, einhver ákveðna hluti er svona drifkraftur, Svona tilfinningi sem fær mann til að hlakka til að vakna á mótnana og fara í verkefni, þú veist ekki endilega auðveld. Já, og að svona keyra áfram, En pólitík er þetta fyrir þér? Já. Ertu hrædd við hana? Nei. Ertu hrædd við gagnrýni? Nei, því ég sit alveg vel í mínum skoðunum og þú veist, og náttúrulega bara eins og með allt að það er ekkert allir sammála og ekkert allir sammála mér en ég get alveg staðið með mínum skoðunum sama hvað fólki finnst en ég líka alveg tilbúin til að skipta skoðun, þú veist, mér finnst það líka vera svolítið lykill að því að maður þarf að vera opinn fyrir því að skipta skoðun
og geta átt díalóga, eða þú veist, það er þannig náttúrulega líka fær maður bara meiri upplýsingar og sem maður byggir skoðanir sínar á. En maður ekki líka að sitja svolítið meira bara í sjálfum sér? Þetta ekki bara skoðan, þetta líka bara í sjálfum sér, sinni sjálfsmynd, sinni persónu? Jó, bara fyrir hvað maður stendur og svona ákveð öryggi. Þekkja kosti sinna og galla? Já. Þetta er oft náttúrulega eins og bara með alla erfiðar að horfa við galla sína heldur. Ertu með galla? Já. Er það virkilega? Alveg fullt af því. Já. En er það ekki eitthvað sem maður opnar á með aldrinum og skoðar meira? Jú, auðvitað gerir maður það. Og þetta eru styrkleika manns líka oft manns mestu veikleikar, þú veist, þetta er svona, Tvíeggjuð. Já. Lestu suður-amerískar bókmyndir? Já, ég hef gert það. Hvað lestu? Ég hef lesið náttúrulega Isabel Allende. Finnst hún ekki frábær? Jú, hún er mjög, mjög góð. Já. Og hvað heitir hann, Paulo? Já. Þannig að það er svona aðalega það sem ég hef lesið af Suður-Amerísku. Aðeins, pabbi elskaði mér mikið, ljóð. Pablo Neruda, já. Og Geturðu lesið þetta á frummálinu? Sumt, já. Ljóðing mögulega get ég harka mér í gegnum. Já. En ég er ekki rebrennit á spænsku og það er á to-do-listanum að verða það. Já, en það nægur tími. Já. Ferðu oft út á þína svona upprunaslóðir þar? Já, við systkinin höfum reynt að fara út svona annað hvert ár. Það hefur verið náttúrulega erfitt núna á COVID og svo verið náttúrulega bara uppþvott og svona mótmæli mikil í viðkvæmt ástand. Já, viðkvæmt ástand. Farðu einhverja svona tilfinningur sem komin heima einhver leyti þegar þú farið það? Nei, kannski ekki heim, en það er svona tilfinningin að hitta fólk sem lítur út þessum að sjálfur. Já, þú veist, þú ert með suðrænt útlit. Já, og það var ég að kleiða því, af því ég hafði svo sem aldrei einhvern veginn tilfinninguna að þú veist að vanta eitthvað í líf mitt eða eitthvað, þú veist, þannig. Eins og sumir segja. En það var, ég man bara svo vel eftir í fyrst þegar ég fór út og hitti fjölskylduna mína, bara eins pappa og það var svo skrítið að horfa í kringu sig og sjá fólk sem var líkt mér, sem ég hef ekki upplifað, þú veist, við systkinin því erum svona áþekkust, svona með dökkt hár og þannig, en það var mjög fyndið að sjá bara fullt af fólki sem var líkt þér. Já. Og náttúrulega líka mjög fyndið og það er náttúrulega alltaf verið að gera grín að ég er frekar lágvaxin, en þar úti er ég bara alls ekkert svo lágvaxin. Það var bara fullt af fólki sem ég hitti og bara horfði bara beint í auguna. Loksins í jafningi samskiptum. Er þetta ekki bara frábær saga til að taka með sér í pólitík? Jú, ég held það. Er hún flott? Já. Hún heillaði mig til að las viðtal við á sínum tíma. Takk fyrir. Ég held þessi líka bara fyrir mér er að þetta minnir mann á líka að staldra stundum við og vera þakklátur. Já. Þú veist, að þakklátur fyrir samfélagi sem við búum í og því að við höfum það mjög gott, þrátt fyrir að mig alltaf berjast fyrir einhverju meira, en þetta er líka, við þurfum samt stundum líka að stoppa við, og vera þakklátt fyrir það sem hefur áunnist, fyrir það sem við höfum, því það eru alls ekkert allir svona lánsamir eins og við sem búum hérna á Íslandi. Og það finnst mér kannski að hafa farið þarna út og þú veist að takast á við bara heilbrigðiskerfið þarna og annað að það er svolítið sem ég tek með mér að vera þakklátur fyrir það sem við höfum og líka að horfa til, og ég geri það og hugsa alveg oft það til fjölskyldum minnar þarna úti að hvað þau eru glöð þrátt fyrir að búa við töluvert verri lífskjör og aðstæður heldur við. Þannig að það er líka fyrirmynd í því að tapa ekki gleðinni. Og þakklætinu. Og þakklætinu. Frábær lokar, takk fyrir. Gangi rosa vel. Takk fyrir.